Þetta áramóta föstudagsþátturinn á N4, áfram með smjörið. Nú komið að ungu kynslóðinni á stöðinni. Velkomin, Rakel, Skúli og Ásthildur. Takk fyrir það. Gott að sjá ykkur. Já, sömuleiðis. Hvernig hafið þið það? Bara góð. Mjög gott. Komið þið vel undan jólunum? Sæmilega. Ekkert mikið feitari allan. Nei, gott. Skúli, þú ert kannski svona aldursforsetinn, ef við segja reynsluboltinn í þessari ungu kynslóð? Já, hérna í ungu kynslóðinni. Já. Ekki við væri með Marí og Kalla, Nei. ég var mjög langt í land. Já, en hvað, næstu 2 ár á stöðinni? Já, það alveg þetta 2 ár, í febrúar bara. Já, en þið, Rakel, Ásthildur, þið eru svona, hvað? Það er kannski ár eitthvað svo Nýgræðingarnir, ár. Já. Ég held að, já. Eitthvað cirka. Og þú varst í Ég mig, þættinum sem kom aftur, önnur sería, Já. en svo ertu líka bara í fullu starfi hérna núna. Já, Það er ekki bara þessi þáttagerð heldur bara allt mögulegt. Nei, ég er svo sannarlega ekki bara í dagskrárgerð, heldur er ég í alls kyns eins og að sjá Instagramið okkar og svo er ég svona með þeim og svo er ég svona aðeins að rusla til í alls kyns öðru, sko. Ekki bara á samfélagsmiðlunum. Nei. Ekki bara á samfélagsmiðlunum, heldur ég er líka að Selja auglýsingar. selja auglýsingar og Sjáum bókhormin. Já, sjáum bókhormin. Það er eitt og annað. Já, eitt og annað, þetta er svolítið þannig. En þið, Rakel og Skúli, þið eru í norðan Já. og svo er alls konar bara Og að þættir. austan. Á austan, já. Já. Tekjum við því. Það er líka. Svona mannlífsþáttunum. Já. Og hvað myndið þið segja standi upp úr svona á þessu ári? Er eitthvað svona eitt sem þið getur nefnt frekar en annað eða? Já. Og ég myndi allavega að segja, þú veist, að mér finnst svolítið standa upp úr bara hvað mér finnst áhorfið hafa aukist. Það er alltaf stóru fréttirnar kannski. Já, og þú veist, maður einhvern veginn verður svo miklu meira peppaður í að gera hlutina þegar mann finnst eins og allir sé að horfa og þú veist, að það sé einhver að fylgjast með og Gaman þegar það gengur vel. gaman þegar það gengur vel, já. Já, maður verður alveg var við þessa svona andlitsbreytingu sem að stöðin hefur verið í svona síðustu 2 árin. Það byrjaði svona þegar ég var komin inn, þá var mjög mikið tekið í gegn og mikla breytingar og þetta ár fór svolítið í því að halda því áfram öllum þessum breytingum sem voru árið þar á undan og maður sér það eins og Rakel segir heldur betur á áhorfinu og líka bara á því hvernig fólk talar þættina sem við erum að gera. Það er rosa algengt að fólk heilsi manni út í búð, bara takk fyrir frábæra þætti og þeir eru svo skemmtileg og allt þetta sem gefur þessu mikið lit. Taktíkin, er það ekki þáttur sem að byrja á þessu ári? Eða hvað, var hann í fyrra líka? Hann var í fyrra líka, sko. Það er dottið í 60 þætti. Það er 60 þættir. Já, 62 þættir. Og þetta eru svona svolítið lengri þættir miðað við svona íþróttafréttina sem maður sér hann í lögð, ekki? Algjörlega. Yfirleitt er þessi íþróttaviðtöl svona 2-3 mínútur beint eftir leik og annað hvort að tapa eða sigra og þú ert í svona geðshræringu. Þarna er að fara svolítið djúpt í þetta og þannig að sjáum viðtöl við menn sem hafa fengið kannski bara 2 mínútur fá allt í einu hálftíma þátt. Og þetta var þáttur sem var til inn á fundi. Það vantaði í dagskrána og ég fekk bara að koma mínu áhugamáli að og svo var þetta bara þáttur sem við erum búin að gera 60 þætti af núna. Þetta er í raun. Og ekki viðtökurnar verið góðar? Heldur betur, mjög skemmtilegt. Og nóg framöndan væntanlega, þú veist, það er nóg að taka því að þú ert ekkert að miða við einhverja eina íþróttagrein, þú ert bara út um allt. Út um allt og það var að fyrsta bara eftir 5 þætti bara Skúli hvernig það að halda þessum þáttum áfram, þú ert búin með öll umræðefni. Nei, og við komum 60 og það er langur biðlisti. Er það ekki? Jú. Er fólk að hafa samband á fyrrabræði? Já, Má ég koma? Já, eftir svona 50 þætti fer það að gerast. Maður þarf að svolítið að harka það og þá fara að koma fyrirspurnir. Er það eins í að norðan og þessa þætti? Það koma alltaf reglulega einhverja góðar ábendingar og við svo sem tökum því líka bara alltaf fagnandi. Úr öllum áttum eða ekki? Úr Það er öllum bara alls konar fólk að hafa samband. Ættu þið ekki að tala við? Jú, í rauninni. Þú veist, bæði þá hefur maður samband við svona fólk sem maður þekkir, þú veist, á landslutanum og aðtöða hvort að svona aðeins að njósna eitthvað sem að kannski er ekki í fréttum með eitthvað svona fólk sem er að gera eitthvað frábært en ekki að segja frá því. En við erum mjög ofta að fá einhverja góðar ábendingar líka og þú veist, tökum því mjög fagnandi. Fólk líka bara senda okkur á Facebook og alls kyns bara komið hugmyndir. Óðurlegir eru svo stuttar, það er bara messenger komið. Meiri við getum annað, sko. Maður myndi vilja geta annað öllum eftirspurnum og sýnt öllu áhuga. Við reynum, gerum það. Og eru svo alltaf einhverjir nýir þættir í deglunni? Er eitthvað nýtt svona að gerjast, haldið? Ég er að reyna, sko, Kalla og Marja vildi ekkert gefa upp. Ég kannski eru alveg líka þögul sem gleðin, en ég mæti ekki á þessa fundi, ég veit ekki hvað er að gerast. Þú getur að segja að Marja og Kalla hefði ekki viljað tala það, annars hefur við örugglega. Já, við vorum að fara að segja. Nei, þarna misti ég það. Það er alltaf eitthvað á sjálfsögðu og við erum alltaf með fullt af þáttum svona undir niðri og fullt af hugmyndir líka, alltaf eitthvað að blossi.
En auðvitað þarf að fá kostanir á þetta og við erum ekki á neinum ríkisstyrkjum, þannig að við þurfum að treysta á fjármagn annars staðar frá og við myndum vilja geta gera fullt af þáttum, getum ekki gert það nema að séu peningar til staðar. En ekki líka við nóg, þetta sem í gangi núna, það, mannskapurinn annar ekkert mikið meira umfangi eða hvað? Nei, í rauninni ekki, en við náttúrulega höfum alltaf verið dugleg að finna okkur fagfólk annars staðar frá, verktaka og slíkt ef við þurfum hjálp. Þannig að það náttúrulega alltaf möguleiki, þannig að allar góðar hugmyndir, ef við fáum einhverja með okkur til að fjármagna, þá alltaf hægt. Þannig ef við erum eitthvað úti með einhverja geggjaða hugmynd og fullt af peningum, þá bara hafa samband. Já, bara komið strax. En hvað svona, eitthvað framundan hjá ykkur í persónulega lífinu sem að erst þú að leiðin í heimsreisu eða hvernig var það? Nei. Nei, ég aðeins að geyma svona að fara eitthvað þangað til að eða svona, við langar aðeins að vera að læra aðeins meira af öllu þessu svona hugmyndiríka og flotta fólki sem að vinna hér. Það náttúrulega bara sturla starfsnám fyrir svona nýútskrifaðan stúdent, það ekki? Algjörlega, sko. Og þetta er í rauninni bara besta vinna, segi ég, sem ég gæti hafa fengið, sko, og er mjög þakklátt fyrir það. Þannig að, ég ætla svona aðeins að staldra aðeins við lengur, gott, megum ekki missa þig. Já, nei. Það er myndið svo skemmtilegt við það, sko, maður er ekki búin að vinna þetta kannski í 1 ár og svo maður allt í einu farin að leiðbeina, þú veist, af því að eins og í þáttunum Ég og mig, þar var ég fyrir aftamyndavélina, var svona leikstýra, aðeins að kenna, aðeins að taka upp, hljóðmaður, bara svona allt hitt. Þú lærir bara allt í leiðinni. Eitt og annað, sko. Eitt og annað og eftir einmitt bara 1 ár ef maður strax farin að komast í það hlutur hérna líka sem er mjög skemmtilegt að reyna að gefa þess af sér. Sem að hjálpa okkur mjög mikið að hafa skóla, sko. Það ekki? Jú, það munaði. Verður framhald á þessari seríu? Veit það einhver? Sko, það fer einmitt allt eftir fjármagni, en okkur langar rosalega að halda þessu áfram. Kannski breyta þess til, halda þess öðruvísi þætti, en Þannig að þið eru að fullu að vinna svona hugmyndavinnuna svona? Alltaf, og það er búin að vera hugmynda að vinna í kollum, sko, síðan ég man eftir mér, sko. Eiginlega bara síðan, fyrir löngu síðan. Þannig að það hættir ekkert núna, sko. Nei. Það er aldrei þannig að bara, við hvernig eigum að tala? Þetta er ekki. Nei. Alls ekki. Nóg áhugaverðu fólki á landsbyggðunum. Já. Heyrðu, en þó þið séu svona frábær, þá stundum mistekst ykkur aðeins. Við ætlum aðeins að kíkja á mistök. Mögulega. Á Borgarfirði Eystri er margt að skoða á skjá. Og fylgjast með þeim gera birkisíróp, en þær vinna með sveppi, og eitthvað meira. Hvað er ég að segja? Jólafílingur. Jólastemming. Stemning. Jólastemming. Til. Ég ætla að tjekka á henni hvort það sé ekki örugglega réttar spurningar sem ég er með. Við ætlum að kíkja aftur yfir í auglýsingar og við höldum áfram eftir þær. Ég ætla að taka kynningun aftur, ég gleymdi að horfa í myndavélina. Ertu að skilja eitthvað sem ég segi? Já, ég held eitthvað? ég sé að tengja það, sko. Yfirþjálfarinn hjá Óðinn, Rannveig. Eins og ég veit ekki hvað það heitir. Djók. Á ég ekki bara að gera þetta aftur? Ræða fiskidaginn og fiskidagstónleikana er hún komin til mín. Hvað heitir það aftur? Katrín. Upp á hvað bjóðu þið? Ég ætla að segja þetta eins enn. Og við skulum kíkja á það sem er framöndan. Lunga og Seyðisfirði er á næsta leiti og þess vegna ætlum við að tileinka þennan þátt af eitt og annað, Seyðafirði. Í næsta einslagi ætlum við að kynnast miklum fagurkera sem reykur það. Ég von... Jöfullinn. Já, og þá erum við komin aftur hérna í sjónvarssal, segir það ekki? Sjónvarssal. Já, þetta er salur, við skulum ekki gera lítið á okkur. Þetta er svona alltaf satt á RÚV allavega. Maður sér hérna í vídeóinu hvað þetta er stórt og mikið. Og ég er ekki byrjuð. Nú! Ég er on it. Já. Rakel. Þá eigum við eitthvað í bloopers. Kjánulegt það sem ég sagði. Skulum heyra þetta, gjörðu svo vel. Þetta alltaf næ. Já. Jésús mín. Það er komið að því bara að fá alla á stöðinni hérna inn í setti til okkar. Velkomin öll Dröfum við fram flöskurnar. Nú bara skálum við fyrir árinu. Já. Það virkar ekki.
Já. Kæru áhorfendur, kærar þakkir fyrir að fylgja okkur á þessu ári og vonandi verðið með okkur á því næsta. Gleðilegt ár. Takk fyrir það gamla. Wow.